Hérna ætlum við að fara bara yfir þessar 3 æfingar. Þannig að ef að þið viljið rifja þetta upp þá getið þið kíkt á þessu upptökur. Og hérna skulum við byrja á því að skoða 3B. Þetta var fyrsta æfingun sem við tókum. Og hér erum við með sem sagt nokkrar tengingar. Hér fyrst samrófalöfnin. Og þá voru sem sagt 2 samrófar sem að vinna saman við það að kveikja á þessu ljósi hérna til hægri. Og ég ætla að setja upp hérna skjáinn. Já, hann farin að virka. Og þá skulum við rifja þetta upp. Við tengjum frá netinu. Þetta á að vera brúnn leiðari. Ég bara ekki með hann alveg tiltækan hérna. Það fasinn, hann brúnn. En núllið, það blátt. Það ágætt að hafa það hérna. Og við tengjum það hérna á álagið sem pera, sem glópera. Og svo á milli þessara 2 rofa koma 2 millilínur. Við höfum það öðru svo litinn svart. Það eru kallaðir hlauparar. Þetta millilínar bæði upp og niðri? Já, stundum kallaðir hlauparar þessar leiðslur á milli samráfana. En þetta já, sem sagt ég ætla að teikna hérna aðeins hnappinn á eða skaftið á hann til þess að sé hægt að átta sig á því hvernig hann virkar. Ef við færðum þennan upp og þá myndi hann tengja og síðan köllum við frá hinum samlofanum, frá miðjunni á honum út í ljósið, það köllum við sem sagt millilínu. Þannig að þessi hérna kallaði millilína. Við þurfum ekkert að læra það í sjálfsögðu utan að. En bara að kannast við hvernig á að tengja það. Og þetta eru hlauparar. Þessir vírar hérna, þessi hérna og líka hinn, þessi hérna. Já, og þá erum við búin að tengja upp rásina og þá hægt sem sagt að kveikja hér með því að breyta sem sagt þessum rofa hingað. Þá strömmur hérna yfir á peruna og svo framvegis. Næsta, það engin spurning frekar í þessu, það nokkuð. Einfalt og gott. Þá förum við í næstu mynd og þá vorum við að brjóta upp þetta verkefni, þannig við fórum í aðra tegundar rofa. Millilínan svört líka? Já, hún má vera svört. Það má vera bara einhver annar litur heldur en brúnn, því að brúnn sem sagt órofinn fasi sem sagt. Leið og þau komum í gegnum einhvern rofa, þá má þetta ekki vera lengur brúnn leiðari. Já, það reglan í þessu. Við skulum tengja bæði ljósin, til dæmis byrjum bara að tengja núlið hérna. Höfum núlið áfram eins og á alltaf að vera, það á að vera blátt. Tengjum inn á bæði ljósin hérna og hérna. Og svo höfum við svo þessi hérna að vera brúnn. Ég ætla bara að merkja það hérna strax inn á rofan. Og þetta svona 2-faldur rofi. En þessi hérna lína á að vera brúnn. Og síðan eigum við að geta kveikt á sitt hvoru ljósinu. Hér og hér. Það var fyrir skökk lína hérna hjá mér. Það reyna að vanda mig. Svona. Þá get ég kveikt með þessum. Og svo aftur hérna skiljið þetta. Hvað merkir þetta? Þetta tákn fyrir rofa sem hefur 2 stöður. Sem sagt hann getur haldist inni og hann getur haldist ótengdur. Skiljið. Slögt eða kveikt, skiljið. Og þá getum við kveikt eða slögt á sitt hvori perunni. Og hér áður fyrr, þá þetta svona eins konar frumstæður dimmer. Ef við hefðum verið með hérna
ljósakrónu og hér hefum við verið með kannski 2 perur í ljósakrónunni, þá getum við kveikt á þeim fyrir á efri rofanum til dæmis, þessum hérna, og með neðri rofanum þá getum við haft aðeins meiri virtu með því að hafa það inn á hinar 3 perurnar. Þess vegna er þessi rofi stundum kallaður krónurofi. Það var svona ljósakróna hérna. Getið ímyndið ykkur þetta? Og þá eru sem sagt hinar 3 perurnar, þær væru kveiktar af þessum rofa hérna, en þessar 2 væru kveiktar með þessum rofa efri hérna. Já, allt góð. Og valrofi eða krónurofi er þetta þessi rofi kallaður. Hann er svona 2-faldur. Það er hægt að velja hvort maður kveikir á H1 ljósinu eða H2 eða til dæmis á 2 perum eða 3 perum til dæmis. Konum við þetta? Þetta er bara rétt stutt upprifun. Má ekki halda áfram bara? Jú. Gott mál. Og síðasta tengingin, er það ekki þessi hérna? Jú. Það er krossrofin sem að kemur inn á milli samrófana. Hvar getum við notað þessa 3 rofa? Það eru sem sagt ég ætla að merkja hérna afmerkja þetta, já, svona já, betra. Sko, það er þessi rofi hér, það er samrofið til vinstri, svo samrofið hérna til hægri og í miðjunni er krossrofin, skiljið, þetta eru 3 rofar og þetta heyrist allt á upptökunum, strákar. Þannig að það skulle bara alveg rólir. Sko, og hérna erum við með samrófan sem að vinnur á þá hinum endanum. Þannig að til dæmis ef þetta væri í stigagangi á 3 hæðum í húsi, að þá værum við á miðhæðinni með krossrófan en samrófa á neðstu hæð og samrófa á efstu hæð ef þetta væri 3 hæðir. Og ef við þyrftum fleiri hæðir þá eru bara fleiri krossrófar hérna á milli, fleiri tegundir af þessum hérna. Ok, en hvernig tengjum við þetta upp? Jú, við skulum aðeins rifja það upp. Þá hérna, já, ég ætla að þurrka hérna út. Það er þannig þá að við tengjum brúnan frá töflunni. Við kallum þetta oft L1, það er eins og line 1, þetta er brún. Og síðan þurfum við að vera með, já, ég ætla að setja hérna bláan náttúrulega í ljósið. Þetta getur náttúrulega verið margar hliðtendar perur fyrir hverja hæð fyrir sig, sko. Það er bara inn hjá okkur núna. Og ég ætla að setja millilínuna hérna strax. En síðan er krossrófin, hann hefur hlutverk að víxla á milli hlauparanna, þessara lína sem að fara hérna á milli. Svona. Spurning, gott ég hefði einhvern annan lit hérna, en það er ekki svo nögið, svo bara held ég áfram hér. Þetta eru allir búin að gera, aðeins upprifun á þessu. Þannig þurfum við að tengja þetta að annar samrófin hafi samband yfir í báðar miðjurnar. Hérna er miðja á krossrófanum og hinn miðjan er hérna á móti í hinni horninu. Þannig að hann víxlar, sem sagt að hann keyrir hérna upp með snertuna annars vegar og hinn snertan fer á móti niður, skilji. Þess vegna er þetta sýnt svona hérna, beint niður og beint upp. Komið, allt í góðu. Þetta er trikkið. Allt í lagi. Þá erum við búin að fara yfir þessa æfingu. Nokkar spurningar, engar spurningar. Nei, allt í lagi. Allt í fína. Það efri Já. snertla og neðri snertla. Já, já.
þær virka bara samtímis, skilur við. Leið og smellir ofanum, þá virka þær á sama tíma, skipta báðar leið. Rífur hún efri þegar hinn og hinn tengir upp, sko. Já. Ok, allt í góðu. Þá förum við í næstu hérna skýrslu og það er svo sem við vorum að tengja upp síðast. Það er VAF3C æfingin, það er raflögn og hér vorum við með teikningu, yfirlitsmynd yfir hérna rörin. Hvaða apparat er þetta hérna niður í horninu? Getur einhver frætt mig um það? Greinitöfla. Já. Þetta köllum við greinitöflu. Og síðan höfum við, hvað er þetta hérna? Samrófi. Tákn fyrir samrófa, já. Og þá er hinn samrófin, hann er hérna á móti. Og við erum að kveikja á þessu ljósi hérna með þessum tveimur rofum. Og við ætlum að tengja það upp á eftir. Og þessi, hvað er þetta hérna? Já, þetta gæti verið bara einfaldur rofi, er það ekki? Það þarf ekki að vera krónurofið, þá væri hann tvöfaldur, sko. Ok, þetta er bara einfaldur rofi. Já, það er gott að eyða þeim misskilningi. Þetta er bara einfaldur rofi, þessi hérna. Og hann kveikir bara á þessu ljósi hér. En hvaða fyrirbæri er þetta hérna? Þetta er tengil, já. Hvernig, já, við erum bara að rifja þetta upp. Setjum þetta inn á upptöku. Já. Hvernig sjáum við það að tengillin er jarðtengdur? Hvaða merki er inn á honum sem að sýnir? Hvert strikana? Já. Það er ákveðið strik inn á tenglinum. Já, það er þverstrikið. Það er þetta þverstrik hérna sem að sýnir að hann er jarðtengdur. Þetta hérna strik. Akkurat. Ef þetta strik væri ekki, þá væri þetta ekki jarðtengdur tengill. En þessi tengill er með jörð, með jarðtengingu. Ok, eitt ef við eftir að gera í þessu, það er að merkja hvað eru margir vírar. Og það er annarkvort hægt að merkja með því að setja strik inn á svona yfir þessa línu sem að táknar í rauninni röralögnina. Hvað eru margar línur inn í rörinu? Og hin aðferðin er að merkja töluna sem sagt við. Hvað eru margar línur hérna? Eða hvað vírar? Já, það eru 3 leiðarar sem eru það er sem sagt 1,5 kvadrat eða 1,5 millimetrar í öðru veldi, þverskur og flatamál á þeim. Og þá er þetta hérna, hér eru líka 3 ekki. Hvað eru margir hér? Nei, ekki hérna. Það er nóg að hafa 2 hér, ekki? Það er engin jörð hérna niðri, er það? Nei, það er nóg að hafa 2. En þetta var góð spurning. Og síðan eru það er 1 miðja og 2 hlauparar hérna, þannig að það eru 3 hérna og þess vegna er þá líka 3 hér. Allt í góðu. Það var bara einu undantekning á því. Já, góð spurning, en frá greinitöflunni það er líka 3, alveg rétt. Allt í lagi. Búin með þetta, þá getum við farið í næsta atriði sem að er sjálf myndin.
og þá höfum við þetta allt saman hér fyrir framan okkur og getum byrjaði að teikna til dæmis. Þið eru búin að teikna þetta allt saman upp ýmist með mér eða á hlöðveri, en bara rétt að rifja þetta upp. Brúni leiðarinn, hann getur farið hérna og inn á 6-víra tengi hér og síðan á hann líka erindi út í annan samróðan. Það getur vel verið að þið hefði teiknað þetta eitthvað aðeins öðruvísi upp hjá honum hlöðveri, það gerir ekki til. Það hefur allt verið löglegt hjá honum samt sem áður, svona. Og við þurfum líka brúnan áfram hérna út í þennan einfalda rofa. Það stendur hérna líka rofi einfaldur, sjáðu þið, á akkurat. Þannig að þá erum við alveg búin að leysa þá gátu. Ég glemdi að hafa hérna tengilinn í mynd, en ég get bara hérna teiknað hann upp hérna. Hann við getum staðsett hann einhvers staðar hérna. Hann gæti verið teiknaður upp svona til dæmis og inn í miðjunni gæti verið jarðtengingin á honum. Og sitt hvoru megin þá kemur við þá þess að hvað var ég að gera? Ég fór með vitlausan lit. Fasinn kemur hérna áfram og hann færi hérna öðrum megin tengilinn og hinum megin kæmi náttúrulega nullið og það blátt. Þá förum við með það hingað. En gulgræni liturinn hann kæmi sem sagt í miðjuna, í jörðina hérna. Það vantaði hérna eitt strik svona ljómandi. Og svo klárum við að ganga frá núllinu, enninu. Það fer í notandan sem í perustæðin, það glóperan og við tengjum hérna áfram núllið fyrir þessar glópari líka og síðan hérna N blár stendur hérna í töflunni og það kemur hérna í fyrstu dósina í 6-víra tengi þar og eru það ekki komið með bláan alls þegar það sem hann á að vera? Það hefði ég haldið. Ljómandi. Og hvað gerum við svo? Svo höldum við áfram að tengja frá rofunum og inn á álagið. Byrjum á samrófunum. Þá höfum við hlauparna hérna á milli samrófana. Svona. Og millilínan, hún kemur frá miðjunni á samrófunum hérna hægra megin. Inn á, það má koma þess vegna bara beint inn á tengið fyrir glóperuna hérna. Þá erum við búin að klára neðri hlutana af þessu og rofin hérna einfaldi, hann getur hérna komið hérna inn á tenginguna fyrir glóperuna, perustæði 2. Erum við alveg búinir með þetta? Svona næstu því, það eina sem við eftir að gera það að kannski velja hérna, velja lit á það spurning hvort ég kann og vel á þetta. Get ég fengið, já, þetta á að vera gulgarænt hjá mér. Við verðum bara að ímynda okkur það. Þetta jörðin og hún náttúrulega á að fara í gegnum sem sagt alla dósirnar. Ég teikna hana hérna fram hjá og hún kemur náttúrulega í miðjuna á tenglinn, ekki satt? Þannig að ég geti merkt kannski þetta 6-víra tengi að hérna kemur jörðin, hérna tengi í jörðina, þannig að það allstaðar jörð í loftdósunum líka. Það fer ekki, já. Hérna jörð líka
Þessi jörð tengist á niður í... Þessi jörð tengist bara hérna saman og ef að kemur perustæði með málmumgerð þá verðum við að tengja jörðina út í málmumgerðina á ljósinu, skiljiði. Já, en annars geymum við bara jörðina inn í dósinni og erum ekkert að nota hana ef að ljósið er fyrir tvöfalda einangrun. Merkið tákn fyrir tvöfalda einangrun eru 2 svona kassar. Hafið þið séð það? Tæki sem eru svona merkt þurfa ekki jarðtengingu. Þetta er kallað tvöfalda einangrun. Hann leyfir okkur tengja jörðina alveg neðst og upp í perustæði 1. Já. Og svo þaðan upp í perustæði 2. Ég er að gera það, ég er að merkja það með því að setja þetta hér merki og þetta hér merki. Ég er bara til þess að krosseggi, þú veist allt og þetta er svo svert. Í rauninni þá farið þið hérna í gegn, sko. Það farið þið hérna í gegn. Kannski kemst ég hérna. Það er ekki rámt að gera það svo leys. Nei. Ég var að skila myndin þá með þessu í gegn. Já. Skila myndinu svona. Jú, mér tókst nú að fara í gegnum þetta alveg svona skamlaust. Með jörðina. Þetta á að vera gulgrænt, ekki bara gult. Mun eftir því. Allt í góðu. Eru þá ekki búin að fara í gegnum það sem að búið er, þá eru þið með þetta alveg á hreinu og getið tengt þetta alveg blindandi, eða ekki? Jú, gott mál. Og hérna, þá skulum við skoða næsta verkefni sem við tökum í næsta tíma. Skulum aðtuga málið. Það er, skal ég segja ykkur, 3A. Það er straumrás. Förum í það næst. Og þá tökum við fyrir tengingu við töfluna. Við erum með bræðivör, við erum með rofa og við erum með 100 watta ljósaperu sem er álag og höfum spennumæla, fastan spennumæli og straummæli. Það er svona töflumælir, gammaldags töflumælir. Við sjáum kannski myndir af þessum mælum hérna, setna í, hérna sjáum við, þetta er kallaðast töflumælir. Hafið séð svona mæli áður, bóður í skipi? Já, hann lítur út svona, þessi vinstra megin, spennumælir. Og við erum að nota svona mæla og bera þá saman við fjölsviðsmæla. Það er svona stafræna fjölsviðsmæla. Digitalmæla stundum kallaðir. En það er oft þannig að þeir hafa ekki alveg eins mikil gæði, þessi svona töflumælar, eins og þessi stafrænu mælar. Það er svona að það er ákveðin töp eða ákveðið innra viðnámið er ekki alveg eins og ætti að vera. En förum gegnum það. Sem sagt, það er það sem við tökum fyrir í næstu viku, ekki satt? Jú. Og við sem sagt byrjum á því að teikna straumrás sem að er á ákveðnum stað í bókinni og það á að vera með vörin inn í rásinni og rofa og ljósaperu og sennilega spennumæli og straummæli væntanlega. Og við eigum að setja straum á þetta. Ég ætla að athuga hvort ég finn ekki þessa mynd í bókinni. Setja þetta. Við erum í verkefni 3A núna og hérna fyrsta þá að segja hérna teiknaða straumrás og við höfum að hafa hliðsjón tengi mynd 3.7 í kafla 3. Já, og hún hjá mér í bókinni á blaðsíðu 3.6. Sko, það sem að við eigum að gera, það er að tengja þetta við 230 volta riðspennu, þannig að táknið fyrir spennugjafann verður aðeins öðruvísi hjá okkur í æfingunni. Þannig að við setjum hring og riðspennutáknið innan í þessu. Þetta tókst nú ekki alveg nógu vel hjá mér. Er þetta mynd 3.7 eða? Já,
mynd 3.7 á blaðsíðu 3.6. Ok, þetta hérna er spennugjafinn. Sjáðu, ég er að teikna hérna sínusbylgju innan í hringinn. Þetta er tákn fyrir riðspennugjafa. Ok, og út frá báðum pólum á að koma bræðibar og þetta er sem sagt kerfi þar sem við höfum það er oft að maður sé svona kerfi þar sem eru sem sagt báðir pólarnir eru rofnir í töflunum. Það er sem sagt öryggi fyrir báða pólana. Og þetta er í rauninni þá ekki núllað kerfi eins og kallað er. Þannig að þetta er kerfi sem að hafa verið í bátum og skipum, en þessi kerfi eru samt eitthvað á undanhaldi en eru samt ennþá til, og þessi kerfi eru líka til í landi. Þið sjáið bæði líka sem sagt þetta eru bræði var sikkur megin í spennugjá. Já. Og þannig að við eigum að hafa spennumæli hérna í rásinni og nú eru þið svo heppin að þið eru búin að prenta át öll verkefnin ykkar og getið aðeins undirbúið ykkur, er það ekki? Glæsilegt. Og frá straummælinum förum við inn á rofa, teikna hann hérna og þetta á að vera brotalína hérna niður, það tókst ekki alveg hjá mér, og svolítið krumpuð. Það reyna þetta aftur. Þetta er rofi hérna. Svona, og svo held ég áfram hérna með línuna og já, álagið, þetta er bara almennt táknjaðum sem sagt tákn fyrir álag sem er raunviðnám, svona. Þetta er, ég kom með strömmurásina eins og hún er á mynd 3.7. En hvernig álag á ég að vera með? Álagið á að vera ljósapera. Þannig að ég get þess vegna, þið megi líka bara teikna svona ljósaperu sem álag, skilji. Allt í lagi að hliðtengjana hérna, teik mér það besta leyfi að hliðtengja þessa ljósaperu hérna við, skilji. Það getur verið fleiri álag, en reyndar það er bara eitt álag, það er bara ein pera í rásinni, skilji. Og hvað er við að gera svo? Já, sko, hvernig eru mælarnir tengdir inn í rásina? Hvað köllum við tenginguna á spennumælunum? Hann er, hvernig tengdur? Hliðtengdur. Hann er hliðtengdur, alveg rétt. Hann er að reyna að mæla spennuna og er sem sagt þrýstingin á rafmagninu, getum við sagt, ef við líkjum þessu við vasskerfi. Og hins vegar, straummælirinn, hvernig er hann tengdur inn í rásina? Straummælirinn er raðtengdur, já. Eins og ef við værum að mæla straumin í gegnum einhverja vassleiðslu, þá erum við að telja rafeindirnar í gegnum rásina. Akkúrat. Núna skulum við skoða síðan hvað við eigum að gera í þessu verkefni. Við erum búin að teikna upp þessa straumrás og við áttum að hafa spennumælinn yfir peruna. Yfir peruna? Já, við áttum fyrst sem sagt að býtu við fyrst hérna, eftir þessa hérna mynd, þá eigum við að tengja straumrásina og setja spennu á rásina
og eftir að við erum búin að láta kennarann yfirfara tenginguna, kveikt á perunum í rofanum og lest á mælunum, þá við lesum á straumnum og á spennunni, síðan við slökkum á rásinni og síðan við að teikna straumrásin aftur með spennumælin yfir peruna. Og það getur, það getur verið að við fáum smá mismun í rásina þá. Sko, það þýðir það að við erum með spennumælinn ekki hérna strax í byrjun, heldur hann er kominn, og við vorum með straummælinn hérna, við tekum A hérna inn í þetta, svo erum við með rofan og hann er þá orðin tengdur hjá okkur, segjum það, segja hann sé tengdur, og nú ætlum ég bara að teikna mynd af perunni, þannig að það fer straumur í gegnum peruna og það fer líka svolítill straumur í gegnum þennan töflumæli. Þetta er spennumælir, hann er ekki alveg eins, ekki með alveg jafn hátt viðnám eins og fjölsviðsmælarnir, þessi sem við notum til þess að mæla viðnám, straum og spennu og allt mögulegt. Þannig að núna myndum við búast við því að straummælirinn mæli samanlagðan straum, aðeins meiri straum, og það sá straumur, hann fer hérna, það er straumur perunar pluss straumur spennumælsins. Það munar voðalega litlu, og til þess að skynja þetta, til þess að geta mælt þetta, þá er gott að vera með hérna fjölsviðsmæli sem er mjög nákvæmur til þess að greina munin á þessu, skiljið. Þannig að það bætist við aðeins straumur sem fer í gegnum þennan gamla töflu spennumæli. Þannig að við ættum að fá aðeins aukinn straum hérna í þessa rás hér þegar við mælum þetta, en spennan er væntanlega svo sama, við greinum ekki breytingu á því. Ég hugsanlega ef við erum með mjög nákvæman mæli þá gæti hann verið örlítið lægri vegna hvers? Jú, það gæti verið að innra viðnámið í straummælinum sé örlítið að koma inn í myndina. Það er smá innra viðnám í straummælinum og það getur leitt til þess að við fáum það að spennan fari aðeins niður á við. En við skulum bara bíða spenntir eftir mælingunum varðandi þetta. Þannig að við búumst við því að spennan verði örlítið lægri og straumurinn hækki pínulítið. Og það stendur hérna, straumurinn ætti að vera meiri í lið 1-2 en í lið 1-1, útskýra ástæðuna og spennufall yfir rofa. Já. Nú hefur við að teikna straumrásina aftur með spennumælinn yfir rofan. Hvernig fyrir það því? Jú, gerum það. Þá teiknum við þetta svona. Svona. Og við skulum hafa straummælinn í rásinni, en núna setjum við spennumælinn hérna yfir rofan. Svona. Og hér kemur peran okkar, 100 watta. Svona. Og ef við setjum þetta allt saman í gang, hvað búist við að mæla þá hérna fyrst? Þegar að rofin er slökkt hérna.
Hvað spennumælið þá hérna? Hver er spurningin? Hvað sýnir mælirinn? Þegar að rofin í þessari stöðu hérna. Það er slökkt á rásinni. Þá sýnir hann hvað er lítið ströymur þegar það er slökkt. Kjörður, hann 0. Nei, hann sýnir ekki 0 volt. Nei, hann sýnir það sem að mundi koma undir kvikna. Þessi var djúpur. Sko aðeins að skoða þetta betur. Sem sagt, nær spennumælirinn sambandi hérna frá með þessari leiðslu í gegnum strömmælinn, og ef að öryggi í lagi nær hann sambandi hérna við þennan pól og spennugjafanum. Já, gott, flott að vera. Og líka heiminn. Já, Jú, er það ekki? Jú, einmitt, það var það sem við föttuðum ekki alveg strax. Þú var það sem ég segja? Já, gott, ég bara skildi það ekki. Nei, já. Það er málið. Þannig að mælirinn, hann er að tengjast báðum hliðum spennugjafans. Það nær nefnilega í gegnum þráðin hérna í perunni, hugsið ykkur. Nei, peran lýsir ekki. Er það nokkuð? Nei. Ha? Af hverju lýsir peran ekki? Já, af því að rofin gefur ekkert samband. Og það fer ekki jafn mikið í gegnum mælið. Já, vitið, það er 11 milljón ohm hérna inn í spennumælinn. Get ég skrifað hérna 6-0? Veit það ekki, prófa. Já. Þetta er svona, það er svona. Það? Ekki alveg. Já, það kviknar ekki perunni vegna þess að það er svo rosalega mikið viðnám í mælum. Straumurinn er ekki fullkomlega rofinn, það er alveg hárrétt. Skoða, þetta er ástæðan fyrir því, strákar, að við erum að taka æfinguna í þessari röð, æfingarnar í þessari röð. Við erum að fara í aðeins flóknari hluti heldur en í byrjun. Ok? En við erum að fá hérna örlítinn straum í gegnum peruna, en við sjáum þennan straum ekkert á þessum straummæli hér. Nei. Ég er bara aðeins að kynna þetta fyrir ykkur. Já, ok. Innra viðnám spennumælis er stórt. Það er það sem ég er bara að segja. Ok. En hvað myndi gerast sem sagt ef að innra viðnám straummælis væri stórt? Væri það ekki alveg hræðilegt? Ef að það væri líka 11 ohm, kæmi nokkuð tíma ljós á peruna? Nei, það er nú málið. Þannig að þá er niðurstaðan hjá okkur svo að besti straummælirinn er sá sem hefur minnst innra viðnám, eða ekki? Sammála? Já, það er málið. Besti straummælirinn sem hefur minnsta innra viðnámið. Það skiptir miklu máli að viðnámið í straummælinu sé sem minnst. Já, svo að straumurinn eigi sem greiðustu leið í gegnum straummælinu. Af því straummælirinn er raðtengdur inn í rásina, raðtengdur við álagið. Ok, heyrðu, þá skulum við halda áfram, því að þetta er ekki alveg búið. Og hvaða bók einspillingarna í æfingadæmi? Já. Klára æfingadæmi í húngamla? Já, ég hugsa það að ef að 5. kaflinn er á dagskrá og ég þá bara haldi áfram að rekna það. Núna tökum við fyrir innra viðnám spennumælis og þá notum við þennan ámæli sem við sjáum hérna til þess að mæla strauminn sem að spennumælirinn tekur. Og að byrja að teikna tenging mælana við töflum og
Það segir hérna mældu strauminn sem fasti spennumælirinn tekur, það er þessi mælir hérna. Og hérna þegar hann er tengdur beint við 230 V netspenna. Þetta hérna 230 V, þetta er netspenna. Notaðu afmælinn og stiltu hann á straummælingu AC. Við erum með riðspennu, þess vegna þarf að stilla straummælinn á AC, alternating current sem sagt. Það er þannig, og þá myndum við þurfa að tengja þetta þannig. Sko, við erum með öðruvísi tegund núna af straummælum. Við þurfum bara að fara með hérna til dæmis inn á, hérna sé ég merkingu 10 ampere til dæmis. Það er kannski aðeins of hárskali fyrir okkur því að við eigum ekki von á því að spennumælinn taki svona opbóðslega mikinn straum. Þannig að ég ætla að fara inn á lægri straumskalan á mælinn. Þannig að sá straumskali sem að lægri straumskalinn á mælinum sem að þið eru með, við skulum nota hann. Svo erum við hérna inn á, ég minnir að það sé þessi hérna, þá er farið hérna inn á lægri straumskalan og síðan frá common og áfram inn á spennumælinn og frá spennumælinum hérna í núllið. Þið sjáu L1 er fasi, hann er tengdur allstaðar hérna á ofanverðu. Hann er allstaðar hérna á ofanverðu. Og við erum bara kanna það hvað tekur spennumælirinn mikinn straum. Og þá skrifum við þann straum hérna. Síðan ef við slekkum á rásinni. Okay? Það er ekki mikið meira þetta að segja það. En við sjáum bara það að spennumælirinn, hann tekur tiltölulega lítinn straum. Kemur í ljós. Ok. Og síðan eigum að svara þessum spurningum af hverju fer svona lítill straumur í gegnum spennumælinn. Jú, eins og við hefum búin að segja að það er svo hátt viðnám í spennumælinum og það er spurt, er það kostur eða galli að spennumælinn taki lítinn straum? Já, það er vissulega kostur. Það er til þess, til dæmis, ef hann væri alltaf tengdur við rafmagn í heimi hjá okkur, þá þyrftum við ekki að borga eins mikið fyrir rafmagn fyrir spennumælinn sem hann tæki. Þá tekur hann lítinn straum, sem sagt. Núna er ég að gera eitthvað við þennan straummæli. Við eigum að mæla viðnámið í straummælinum með ámælun. Við eigum ekkert að tengja hann við neitt spennugjáfa. Heldur bara við eigum að sem sagt tengja hann, stilla ámælinn á viðnámsmælingu og mæla viðnámið bara beint með ámælum. Og hvernig fyrir við að því? Jú, það er sama tenging, það er sem sagt viðnáms, það er hérna inn á annars vegar og common inn á, það er bara beint því að spennugjafinn er rafhlaðan hérna inn í mælinu. Núna sá spennugjafi sem að knýr strauminn til þess að mæla viðnámið í mælinum er rafhlaðan inn í mælinum, skiljið. Við höfum engan utanakomandi spennugjafa til þess að nota við einhver svona viðnámsmælingu. Þegar við stillum á viðnámsmælingu þá er mælirinn orðin að spennugjafa. Vissu við þetta? Já. Ok. Við erum að læra þetta núna. Það er bara réttur tíminn til þess að læra þetta. Allt í góðu. Og síðan er spurt hérna sem sagt hvers vegna má ekki hliðtengja straummæli beint við spennugjafa? Er ekki lítið viðnám í straummælinum? Er ekki lítið viðnám í straummælinum? Og þá er eiginlega bara eins og að tengja vír beint milli fasa og 0. Er það ekki? Já, það slæðir bara út. Já. Ok, þannig að stuðsum hérna svar væri... Já, þú smíðar það. Þá hérna, það er svo lítið viðnám í straummælinum að straumurinn er allt og mikill.
Og til hvers eru vör, þess að sagt bræðivörin í rásinni, þið náttúrulega vitið til hvers þau eru, og af hverju þarf viðnám straumsins að vera lítið miðað við viðnám álagsins í rásinni. Og það er náttúrulega, við erum að nota straumaninn til þess að mæla straumin í rásinu, og það er ekki gott að hann taki mikla spennu af álaginu til dæmis. Það er svona mikilvægt að hann sé með lítið innra viðnám. Og hvað gerist ef hann er ekki rétt tengdur, sem sagt straumarinn? Það kemur allt saman hérna. Þið skoðið það vel og vandlega í mælingaverkefninu, og síðan er hérna sýnidæmi eða sem sagt dæmi fyrir ykkur að reikna þetta út til þess að átta ykkur á því hvaða áhrif þetta hefur. Ef að er mikið viðnám, til dæmis 20 ohma viðnám í straummælinu, þá hefur það ákveðnar afleiðingar. Og þannig að ég ætla ekki að fara nákvæmlega í það, þið skoðið það betur það á hérna í verklega tímanum. Og síðan er náttúrulega spurt hvernig á að tengja straummæli í straumarás, og við erum búin að fara í gegnum það er náttúrulega á að raðtengja hann, eins og þið þekkið, og þá er þetta verkefni búið. Ljómandi, þá getum við farið í fleira. Hvað áttum við að gera í þessum tíma núna? Ég ætla að stoppa þessu upptöku